Smári, 3 tap í framtökum leik á móti Val í dag, hvernig eru tilfinningarnar eftir leik? Það eru blendar, það eru mjög blendar. Ég er fyrst og fremst svekktur að tapa leiknum, en á saman tíma er ég alveg kapnust alltaf liðið mínum. Mér var stelpurnar frábærar í dag og það eru 2 dagar síðan við spilum alvöru leik á móti Víking, þannig að það lítur í kofir á milli og fara með ríkjandi bikarmeistari í vítaspyrnukeppni þar sem að úrslitin ráðast á smáatriði er ég er mjög stoltur af liðinu mínu. Gerir nokkra breytingar á liðinu, það eru leikilmenn á bekknum, Mör, Cam Pickett og Mackenzie Smith allir á bekknum í dag, en samt mætir liðið svona bara kröftugt í hennar leik. Já, ég hef búin að segja þetta á stelpurnar alveg heilengi. Ég ætla að nota hann hóp sem ég er með því að ég er með frábæran hóp. Ég er ánægður með leikmannahópinn sem þá leikmenn sem hafa ekki verið að spila og Sif er búin að býta tækifærin í allt sumar. Hún kemur inn og leggur upp annamarkið og það eru leikmenn í liðinu sem er búin að býða þau að fá tækifæri sem að spiluðu bara gríðarlega vel. Freyja Dís byrjaði tímabilið og gerði nokkuð mistök og allt það. Hún spilaði frábærlega vinstri bakvörður, þannig að stelpurnar sem koma inn þær eru hungraðir að sýna sig og sanna og þær gera það sannlega. Þannig að velja liðið á móti Þór K að vera algjör hugsun, það er klárt mál. Þið lendið 1-0 undir snemma, komið svo 2-1 yfir, hvernig fannst þið bara að sjá liðið snúa leiknum við? Já, ég meina, við byrjum alltaf ekki leikinn fyrir 3 mínútur. Það var eins og æfingarsann og Val fyrsta markið, það var ekki nógu gott fyrir okkur. Svo meiðist leikmaður og annar með leikmaður og við þurfum að vera rótira og breyta og þetta er svolítið chaotic, ég veit ekki það, en það, bara þessi karakter í þessu liði og í þessu stelpum og þessi trú, hún er bara mögnuð og allt í einu voru mjöfnleikinn, frábært markið Lili og svo konar yfir og mér fannst það bara verðskuldum þegar gang leiksins í rauninni. Mér fannst við bara vera með öll tök á þessum leik í fyrri hálfleik og aðeins sem alveg fór treytan að segja svolítið til sín, en mér hefði fundið sanngjarnast að þessi leikur hefði farið í vítaspyrnukeppni því að mér fannst ekki vera mun á liðinu í dag. Svo ákveðið hrós á þitt lið að Valur hendur í 4-faldabreytingu í hálfleik og það er meðal annars 2 landsliðskonur sem koma inn á. Já, og ég meina Natasja Áli er að spila í Hafsendunum og eru gríðarlega góðar og þær rúluðu liðinu eins og við, þær eru að spila stórleika mútið Breiðablik eftir mjög fá daga, þannig að það var eðlilegt að valsliðið rúlaði sínu liði fyrir leikinu mínum mati. En já, ég fannst það kom mér ekki á óvart, skal viðurkenna það og það auðvitað breytir ansi miklu fyrir þá að fá kröftu og góða leikmenn inn eins og Elísu og Berglindi og Jordan og fleiri, það er komað bara þóttu liðið inn á og við svo sem líka skiptum góða leikmennum inn að þeirra liða á leikinn, þannig að úr var bara hörkuleikur tvekja góðra liða að mínum mati. Framlengingin, það var þreytan var farin að segja til sín í ykkar liði og svo í framlengingun þá bara var eins og þið fengu aukinn kraft. Já, ég held að sá kraftur kom bara frá þeim, við tölum saman fyrir framlenginguna, við erum bara með þetta, við ætlum bara að klára þetta, við ætlum bara að keyra það áfram og reyna að vinna þennan leik og pásun kom okkur vel inn og við erum bara í hörkustandi. Kírjan Elvíra Kosta, styrtar og fitness-þjálfari minn, hann á allt hrós í heiminum skýrir fyrir það hvernig standi liðið mitt í. Hann sér það, þannig að það er bara, það sást alveg á einhverjum leikmennum, það voru mjög þreyttar, en það er ekki bara 2 dagar sem spilu leik, en það einhvern veginn kom bara kraftur í stelpunar og trú og rétt ára að Valur skorar sigurmarkið að þá verður Tinna glæsilega frá dóm og rýpandi verður þeirra og ég veit þetta var bara hörkuleikur fram og tilbaka að mínum mati. Það voru einmitt ótrúlega mínútur þegar áður en sigurmarkið hjá þeim kemur. Já, en svona eru bara við, þetta er bara við, skilju. Við spurðum Mör í hálfleik að droppa niður, bara af hverju, við erum með þær. Þannig tóðum við það sama og stelpurnar voru bara því að þeir eru bara að keyra áfram á þær og ég hugsaði bara að breyta og fara þessu neða bara þreytt, en það er ekki þreytt að söður, þannig ég bara stressaði fyrir því og við keyrðum áfram á þær og í staðinn og fór horn og það skorur hornin ekki við og það er munurinn liðum í dag og já, það er bara því fór sem fór, úr í bikarnum í ár og nú bara fókusum á deildina. Það er ár síðan framtapaði 8-0 fyrir Val í Mjólkurbikarnum, núna þetta var aðeins öðruvísi leikur núna. Já, við erum náttúrulega bara búin að erum bara á góðri og hraðri uppleið og það voru samt fullt af leikmennum sem spilu í dag sem spilu líka fyrir ára síðan, Þannig að við höfum bara verið að gera hlutina vel og valsliðið náttúrulega líka að spila, það breytti liðinu og við breytti liðinu, en það er alveg óhætt að segja það er búið að vera mjög góður uppgangur hjá okkur inn í fram og eins og ég sagði við á hann að misliðið er bara ógeðslega gott fótboltalið og þótt að við höfum tapað fyrstu 3 og fólk tala að við varum ekki tilbúnir í efstu deild og eitthvað þá var það bara bál þá var það bara gas á okkar bál, hvað segir maður, gas á okkar bál, eða ekki. Þá var það olía á okkar eld. Við erum bara með gott lið og við höfum mikla trú á því sem við erum að gera og þar af leiðandi hægt og rólega að sýna það sanna og núna eins og segja, eftir 90 mínútur Val í dag og töpuðu ekki, þannig að þetta er 3. leikur sem við töpum ekki, 3. leikur já, þar sem við erum ósigraðar, fyrir svo í 4. leikina móti Þór K með mikið sjálfstraust í næstu helgi. Þetta skora ganga vel.